þá komið að þeim dagskrárlið sem að fjölmiðlar hafa hvað mestan áhuga á og að sjálfsögðu gestir þingsins, en það ræða forsætisráðherra. Áralöng hefð fyrir því að forsætisráðherra flytji erindi á viðskiptaþingi þar sem farið yfir þau tækifæri og áskoranir sem að framundan eru í íslensku efnahagslífi. Það svo sannarlega nóg að taka þessi misserin þegar kemur að forystu í heimi óvissu. Í dag stígur Katrín Jakobsdóttir á svið. Gjörðu svo vel, Katrín. Kæru þáttakendur á viðskiptaþingi, kæra nafna. Óvissa þema dagsins í dag og það alveg hárrétt að við lifum á óvissum tímum. Ég þarf ekki að tíunda hér óvissun á alþjóðavettvangi. Það sem hið eina fyrirsjáanlega hið ófyrirsjáanlega. Ég þarf ekki að tíunda óvissuna sem sprettur af tæknibreytingum og nafna mín gerða umtalsefni hér áðan, sem hafa brostið á með meiri hraða en við áður séð. Ég spurði elsta son minn daginn hvað hann langaði að verða þegar hann yrði stór, hann 13 ára, og hann sagði mér langar að vera svona YouTuberi sem að spila tölvuleiki. Já, ok. Og það sem hann gerir á kvöldin, sem sagt, þegar móðir hans hætt að ala hann upp, svona, milli 8 og 10 á kvöldin, þá situr hann og horfir á símann sinn á mann að spila tölvuleiki. Og ég segi, finnst þér ekki meira gaman að spila sjálfu tölvuleiki? Nei, þetta rosalega mikið YouTuberi, hann ótrúlega frægur. Þú veist, enginn hér hefði sagt þetta þegar hann var lítill, ég ætla að verða YouTuberi að spila tölvuleiki. Óvissan vegna loftslagsbreytinga auðvitað alltumlíkjandi. Skógareldar og þurrkar annars staðar á Norðurlöndum síðasta sumar komu öllum í opna skjöldu. Og pólitísk óvissa var eitthvað sem við Íslendingar vorum komið til að verða reynslaf. En hún náttúrulega búin, þannig að þið getið alveg slakað á. En fyrir ykkur sem starfið í íslensku viðskiptalífi, allt getur þetta valdið aukinni óvissu í ykkar starfi. Og þið spyrjið hvert hlutverk leiðtoga á óvissu tímum. Við getum byrjað á byrjunni, hvað gerir fólk að leiðtogum? Og stundum þarf nú ekkert meira til en að sá sem bara mest viss í sinni sök taki að sér leiðtogahlutverkið. Sú sem segir í hópi háskólanema í Kaupmannahöfn, við erum að fara í þessa lest, og fer með allan hópinn upp í lest til Jótlands þegar ætlunin var að fara í miðbæ Kaupmannahafnar. Þetta vinkona mín sko, þetta ekki ég. En slíkur leiðtogi, hann endist ekki lengi ef hann ætlar bara alltaf að klára allt á sjálfstraustinu. Því það ekki alveg nóg. Nú, leiðtoginn getur líka verið sá sem bara hressastur í hópnum. Lengi vel hélt ég að það væri nóg til að vera leiðtogi. Það fyrsta sem ég heyrði inn á þing, í fatahenginu í þinginu, var þingkarl sem sagði, þú skalt ekki halda það að þú munir brosa þig gegnum þetta starf, góða mín. Og mér þetta alltaf svolítið minnistætt, því þetta var náttúrulega rétt hjá honum, sko. Að því leytinu til að maður verður þetta ekki leiðtogi ef maður ekki stundum dálítið leiðlegur og tekur ekki slaginn, en leið fannst mér þetta dálítið neikvætt viðhorf í garð okkar sem finnst rétt að geta glaðst líka. Já, leiðtogi þarf að geta tekið slaginn, hann þarf að geta verið áræðinn þegar það þarf að taka af skari, jafnvel þó hann villist stundum upp í rangan lestavagn. Hann þarf að geta glaðst og hann þarf að geta smita þeirri gleði til að geta fengið fólkið sitt með sér, en það heldur ekki nóg. Á óvissu tímum nefnilega kannski ekki síst mikilvægt að leiðtoginn geti hlustað og skilið raddir samstarfsfólks síns, raddir viðskiptavinanna, raddir fjárfestana. Fyrir okkur stjórnmálamenn snýst þetta ekki bara að hlusta hvert á annað, heldur líka að hlusta á ykkur, hlusta á almenning, hlusta á kjósendur, hlusta á samstarfsfólk okkar í sveitarstjórnum, verkalýðshreyfingunni, stofnunum. Þannig að skiptir máli fyrir leiðtoga að hlusta. Þar af leiðandi skiptir líka máli að skilja og hugsa, skiptir máli að taka slaginn þegar það þarf að taka slaginn og í síðasta lagi þarf líka að gleðjast og leyfa sér stundum að vera spenntur fyrir framtíðinni. Fyrir mér það eitt stærsta verkefni okkar stjórnmálamanna á Íslandi í dag að tryggja að Ísland verði ekki þeirri sundrungu að bráð sem við sjáum í ýmsum samfélögum í kringum okkur. Hvort sem við lítum vestur haf eða austur, sjáum við samfélög
þar sem þjóðir eru klofnar í 2 fylkingar sem ekki skilja hvor aðra og vilja ekki skilja hvor aðra. Ég hitti þingmann repúblíkana daginn, haust, og ég sagði ég svona umhverfissinnaður sósíalisti, ég veit ekki alveg hvaða samleið við eigum, og hann sagði mér finnst eiginlega auðveldara að tala við þig en demókrata því við getum bara alls ekki talað saman lengur. Og það hefur aldrei verið svona slæmt. Sama við hvern maður ræðir þá heyrum við þessa sömu sögu, bara með ólíkum blæbrigðum, og það sem gerist að við sjáum stóra hópa fólks sem upplifir sig jaðarsett eða útundan í samfélaginu og það bregst við með því að kjósa nýtt upphaf. Ég hlustaði á Ed Miliband á laugardaginn, hann var að tala um Brexit. Hann sagði 70% af mínum kjósendum í mínu kjördæmi kusu með Brexit og þegar ég sagði af hverju, við erum að kjósa nýtt upphaf. Við erum að kjósa nýtt upphaf því okkur líður ekki vel í samfélaginu eins og það í dag. Eitthvað nýtt sem ber í sér fyrirheit bjartari framtíð á tímum þar sem fólki finnst mikil óvissa framtíðina. Og þessi sjónarmið mikilvægt að afgreiða ekki út á borðinu. Það mikilvægt einmitt að hlusta og reyna að skilja. Og einhver kynni að segja mér, það engin hætta á þessu á Íslandi. Og það alveg rétt að þegar við skoðum alþjóðlega mælikvarða þá stöndum við svo sannarlega vel. Tekjujöfnuður mestur á Íslandi í heiminum. Almenn menntun, gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu, lýðræðisleg þátttaka með því mesta sem gerist. Við Bjarni vorum hér úti í París ásamt Guðmundi Inga umhverfisráðherra. Okkur var hampað. Fólk sagði, ykkur hefur tekist það, þetta algjörlega frábært hjá ykkur, það allt gott hjá ykkur. En samt vitum við að á tímum þar sem allir hafa rödd, á tímum þar sem umræðan getur snúist í einu vetfangi yfir nótt, tímum þar sem auðvelt að dreifa upplýsingum réttum eða röngum, í samfélagi þar sem við eigum langa sögu traust, þar sem við treystum hvert öðru, þar sem við skiljum börnin okkar eftir í vagni niður í miðbæ, þá líka auðvelt að breyta umræðunni mjög hratt. Samstaðan nefnilega ekki sjálfgefin. Samheldnin ekki sjálfgefin og því megum við ekki gleyma. Og því má íslenskt atvinnulíf heldur ekki gleyma á tímum þar sem við stöndum frammi fyrir því verkefni að gera kjarasamninga, þar sem ríkar kröfur uppi að hækka lægstu laun. Viðbrögð atvinnurekenda hafa verið þau að benda á að efnahagslegt svigrúm sé lítið. Og enginn gerir ágreining það að það mikilvægt að kjarasamningar sé í takti við stöðu efnahagslífsins hverju sinni. En á slíkum tímum hljóta stjórnendur, leiðtogar í atvinnulífi vera reiðubúnir að leggja sjálfa sig undir, sýna ábyrgð í launastefnu, taka ábyrgð á því að svigrúmið sé lítið, að hugsa heildina fyrst og fremst. Þegar við tókum við fyrir rúmu ári, þá settust við niður með atvinnurekendum og verkalýðshreyfingu og þau sögðu, þetta kjararáðsfyrirkomulag, það gengur bara ekki upp. Við erum ekki til í það að þið séuð að fá launahækkanir upp á 40%, 50% með reglulegu millibili sem rífa hér upp samfélagið með rótum í átökum. Og við hlustum, við settum á stað vinnu, við sögðum í fyrsta sinn, við erum reiðbúin að fá ykkur á borðinu, atvinnurekendur, launafólk, við erum til í að setjast inn með ykkur og segja, ok, hvað getum við gert? Og við erum búin að leggja niður kjararáð og það liggur hér frumvarp inn á Alþingi, þar sem lagt til að okkar fyrirkomulag verði algjörlega gagnsætt. Við verðum aldrei leiðandi í launaþróun, að við munum fylgja launaþróun á hinum opinbera markaði. Og mér sýnist að það sé kannski ástæða til að við endurskoðum fleiri geira hjá hinum opinbera með sama hætti. Reynslan sýnir að stjórnvöld þurfa að tala mjög skýrt hvað varðar okkar hlut í þessum málum, því það skiptir máli að hlusta á það sem fólkið í landinu hefur að segja þetta. Og það skiptir máli fyrir leiðtoga
að sýna skilning í verki. Það er ekki í boði að biðja fjöldan að hafa sig bara hægan. Fólkið á lægstu laununum er ekki að fara eitt að bera ábyrgð á stöðuleikanum. Það er ekki þannig. Þannig að þegar við ræðum samkeppnishæf laun stjórnenda, leyfi ég mér að efast að ekki sé hægt að fylla lausa stöðu stjórnenda og forstjóra bæði á almennum og opinberum markaði, þó að hóflegri launastefnu sé fylgt í raun. Því ef stjórnendur vilja vera leiðtogar, því það er nefnilega ekki sami hluturinn, þá hljóta þeir að hlusta ekki aðeins á stjórnvöld, heldur líka á samfélagið sitt. Því við ætlum í dag að tala samfélagslega ábyrgð og atvinnulífið er hluti af þessu samfélagi. Og þeir sýna skilning með því að sýna ábyrgð og ganga undan með góðu fordæmi. Því annars missa þeir hópinn sinn upp í aðra lest, sem er ekki gott mál á óvissu tímum. Þetta eru fyrstu 2 atriðin sem ég hef að segja leiðtoga, að hlusta og skilja. Ég vil líka segja það að ef við viljum tryggja hér áframhaldandi velsæld fyrir alla landsmenn, verðum við að vera reiðubúin að taka slaginn til að tryggja hana. Hún verður ekki tryggð ef fólkið í landinu fer að upplifa að hér búi 2 þjóðir. Af því við höfum átt í láni að fagna sem samfélag og það er einstök gæfa, að við erum á sama báti. Við erum saman hér og þar. Við hittumst út í búð, við hittumst í sundlaugunum, við hittumst í grunnskólanum, við hittumst í heilsugæslunni. Nú er kannski ekki margir hérna sem taka mikið strætó, en þegar borgarlínan verður komin, þá náttúrulega verðum við öll þar. Ekki satt? Hvaða slag erum við hér inni reiðubúin að taka til þess að halda í þessi verðmæti? Að hér búum við öll í sama samfélagi, því þau eru ekki sjálfgefin. Ég er tilbúin til að leggja mjög mikið undir og taka slaginn til að viðhalda þessu samfélagi, þar sem býr aðeins ein þjóð, því ég veit að það er mikilvægt fyrir efnahaginn og þið vitið það líka. Ég veit líka, og það er kannski mikilvægara, að það er réttlátur og réttur slagur að taka. Þegar við ræðum samfélagslega ábyrgð atvinnulífsins, þá þurfum við nefnilega að hafa allt undir. Hún snýst ekki bara eitthvað eitt. Og ég ætla að nefna annað. Katrín Olga nefndi hér áðan fjölda kvenna í stjórnendastöðum í skráðum fyrirtækjum. En hvað haldið þið líka að margir stjórnendur í atvinnulífinu séu af erlendu bergi brotnir? Hvað eru margir hér inni? Ég er ekki að biðja ykkur að rétta upp hönd, sem eru af erlendu bergi brotnir. Ég veit ekki, ég skal segja ykkur hvernig þetta er í Stjórnarráðinu. Það er einmitt þannig að í dag starfar enginn með erlend ríkisfang hjá Stjórnarráði Íslands og svo hefur verið raunin að minnstakosti undanfarin 3 ár. Af ársverkum unnum hjá ríkinu í fyrra voru aðeins 3–4% þeirra unnin af fólki með erlend ríkisfang. Samt eru útlendingar á Íslandi 12,6% og það hlutfall hefur aldrei verið hærra en 2018. Íslenski ríkisborgarar af erlendu borgi brotnir eru 2,3%, 8.000 manns. Kannanir sýna að börnum af erlendum uppruna líður verra í skóla en börnin sem eru fædd hér. Mun færri þeirra halda áfram í framhaldsskóla og nærtækt er þá að velta því fyrir sér hvaða áhrif hefur þetta á tækifærin í framhaldinu. Hvert er hlutverk innflytjenda almennt í íslensku atvinnulífi? Hvaða hlutverkum sinna þau helst? Þið eruð að hugsa þetta, ég sé það á ykkur. Hvaða hlutverkum sinna þau helst? Hvaða möguleika hafa þau á framgangi í starfi? Eru þau tækifæri sambærileg þeim og okkur bjóðast sem erum fædd hér? Ég hlýt að minnast á þá ábyrgð okkar allra, stjórnvalda og atvinnulífs að taka þeirri meinsemd sem eru félagslega undirbúa vinnumarkaði. Það er mælikvarði á heilbrigðan vinnumarkað hvernig við förum með launafólk. Ábyrgð stjórnvalda er rík en leið er þetta samfélagslegt viðfangsefni. En það náðist góð sátt í starfshópi félagsmálaráðherra sem skilaði nýlega sér tillögum og það gleður mig. Að við eigum að gleðjast yfir því þegar við náum saman mikilvægar aðgerðir sem eru til umbóta fyrir samfélagið allt. Og ég leyfi mér að vera bjartsýn á að við náum að uppræta þessa meinsemd sem á ekki að líðast í okkar samfélagi. Við viljum nefnilega ekki í raun og veru að það verði til 2 þjóðir í þessu landi.
Við viljum ekki að það verði til hópar í þessu samfélagi sem eru jaðarsettir í menntakerfinu, jaðarsettir á vinnumarkaði, jaðarsettir í samfélaginu. Við sjáum hvað hefur gerst annars staðar. Við höfum enga ástæðu til að láta það gerast hér. Við viljum hlusta og skilja og vinna að því að hér verði áfram eitt samfélag fyrir okkur öll. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja snýst nefnilega að taka slaginn á miklu breiðari grunni en við erum kannski vön að tala um. Og ég held að þeir leiðtogar sem hér í dag geti lagt gríðarlega mikið af mörkum í því að tryggja að hér verði samfélag áfram fyrir okkur öll, ekki síst á óvissu tímum. Nýir Íslendingar eru mikilvæg viðbót við okkar samfélag og efnahag með því að tryggja þeim menntun og fulla þátttöku í atvinnulífinu, gera þeim kleift að nýta hæfileika sína og starfsorku og áhuga munum við leið njóta fjölbreyttara atvinnulífs og öflugri efnahags. Umfangsmikið og mikilvægt verkefni sem við eigum að forgangsraða strax í dag. Síðasta ári, 10 ár liðin frá hruni, Ísland hefur náð ótrúlegum árangri að ná sér á strik, öflugur hagvöxtur, mikil atvinnuþátttaka, atvinnuleysi í algjöru lágmarki. Nýjar atvinnugreinar hafa sprottið fram, Bergur Ebbi talaði um ferðaþjónustuna, ég er búin að vera á ferð landið, það ótrúleg gróska víðast hvar og stórkostlegir hlutir að gerast, skuldir hafa verið greiddar hratt niður, hið opinbera hefur nú ákveðið að auka sína fjárfestingu enda hefur hægst á hagvexti. Slíka framkvæmdir tryggi í senn atvinnustig og eru fjárfesting til framtíðar. Hjá okkur eru þó flóknari áskoranir en víða annars staðar, kannski þær helstar að gæta þarf að því að sveiflurnar verði ekki of miklar, efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki haldist í hendur. Við höfum einstakt tækifæri til þess að horfa til langs tíma sem samfélag, þrátt fyrir óvissu. Við höfum einstakt tækifæri núna þegar við erum að takast á við loftslagsbreytingar, tæknibreytingar, stöndum á tímamótum að svo mörgu leyti hafandi náð okkur svo rækilega á strik eftir hrun til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir samfélagið. Kæru gestir, ég stóð hérna í fyrra, mér var sagt af henni Ástu, sem enn ekki farin upp á fæðingardeild, að það hefði verið mikil ánægja samkvæmt ánægjukönnun viðskiptaráðs með ræðu mína. Mér fannst það mjög fyndið, ég vissi ekki að það hefði verið einhver ánægjukönnun, mér leið svona eins og þegar maður stendur í krónun og eitthvað íta og eitthvað bara, já, ánægð með þetta. Ég segi alltaf mjög ánægð, nema því ég er mjög vondu skapi þá segi ég mjög óánægð og þá örugglega lendir einhver í því, það er ekki gott. Og ég man það að ég grínaði svolítið ykkur inn í fyrra, svo þið færið nú ekki alveg að taugum yfir að vinstri maður var orðinn forsætisráðherra, af því að þetta er ekki alveg mitt krát hérna eins og þið vitið. En þá talaði ég stórar áskoranir, tæknibreytingar og loftslagsbreytingar. Og þá er komið að því fjórða sem ég nefndi hérna áðan sem mér finnst skipta máli fyrir leiðtoga og það er að geta glaðst og vera spenntur fyrir framtíðinni. Við eigum að líta á tæknibreytingarnar sem stórkostlegt tækifæri. Tækifæri fyrir samfélagið, tækifæri þar sem við þurfum auðvitað að hafa okkar markmið á hreinu sem á að vera að fólkið njóti ávaxtanna af aukinni sjálfvirknivæðingu, að hún auki ekki ójöfnuð, heldur þveröfugt. Ég spurði ykkur að þessu, þá voru nýbyrjuð með svona tækjadót hérna og létu alla kjósa eitthvað svona áðurlega fínt hérna fyrir 2 árum eitthvað. Og þá spurði ég salinn, munu tæknibreytingar auka jöfnuð og því sögðu allir já því þið eru svo bjartsýn. En það skiptir máli að markmiðin sé á hreinu. Við vitum að tæknibreytingarnar hafa nú þegar gerbreytt samfélagslegri umræðu. Að sumu leyti er það stórkostlegt, því allir hafa eignast rödd. Þetta er ekki lengur samfélagi þar sem bara örfáir kallar móta umræðuna, heldur er þetta samfélagi þar sem hver og einn getur skipt sköpum og breytt öllu. En leið eins og ég nefndi hérna áðan geta falsfréttir ferðast á ógnarhraða og við sjáum dæmum það bæði hér heima og annars staðar á Norðurlöndum. Við höfum öll okkar sögur að segja þar sem rangar fréttir ferðast hraðar en hinar sönnu af því þær spila líka oft meira á tilfinningar okkar en hinar sönnu fréttir. En ef við höldum vel á spilunum, fjárfestum í menntun, rannsóknum, nýsköpun og þróun, þá getum við orðið gerendur í þessari tæknibyltingu. Við getum skipt sköpum, til dæmis þegar kemur á grænni tækni, þar sem tækifærin eru óteljandi. Tæknin getur þjónað okkur í okkar mikilvægustu verkefnum sem að tryggja velsæld og hagsæld
tryggja þetta mikilvæga jafnvægi samfélags, umhverfis og efnahags. En þá líka mikilvægt að við vinnum alveg frá grunni, frá því að við byrjum að mennta börnin okkar og þangað til þau fara út í lífið og skapa sér ný tækifæri. Þá mikilvægt að við ræktum nýsköpunargenið. Ég var stödd austur á landi á stað sem heitir Óbyggðasetur. Þar bjó maður og hann smíðaði eina fyrstu myndavél á Íslandi úr gömlum gleraugum. Þegar ég sé gömul gleraugu þá ég bara eitthvað, já, best að henda þessu bara. En hann smíðaði myndavél. Og nýsköpunin munu þetta snúast það líka hvernig við getum aukið verðmætin úr því sem við höfum. Og það skiptir miklu máli að við tökum réttar ákvarðanir núna og fjárfestum þarna. Tækifærin eru til staðar og ég get heldur ekki annað en glaðst yfir þeim viðtöku sem atvinnulífið hefur sýnt aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Ólíkir geirar hafa talað sér saman, sýnt marktækt frumkvæði í því að finna lausnir, þannig að saman getum við náð því markmiði að Ísland verði kolefnishlutlaust ekki seinna en 2040. Hvort sem litið er til samtaka iðnaðarins, bænda, sjávarútvegsins, ferðaþjónustunnar, nýsköpunarfyrirtækja, allir þessi geirar eru í samtali við stjórnvöld og vilja taka þátt í þessu verkefni. Og það er ekki bara þeir sem eru á toppnum, það eru allir með í þessari umræðu. Ég hitti sjómann daginn sem sagði: ég er út á sjó og ég horfi á loftslagsbreytingarnar á hverjum degi. Ég horfi bara á breytta hegðun fiskana í sjónum og það verður að bregðast við. Við verðum öll að vinna saman. Við endurnýjun búvörusamninga við sauðfjárbændur núna nýlega voru í fyrsta sinn eyrnamerktir fjármunir í kolefnisbindingu. Við munum skrifa undir nýjan samstarfsvettvang stjórnvalda og iðnaðarins um framlag Íslands í loftslagsmálum og grænar lausnir á næstunni. Nýlega áttu nokkrir ráðherrar ríkisstjórnar fund með forsvarsmönnum ferðra heildarsamtaka það hvernig við getum mótað matvælastefnu fyrir Ísland sem verður í takt við breytingar í umhverfismálum, þar sem áherslan verður á lýðheilsu og fæðu og matvælaöryggi. Loftslagsmálin færast ofar á forgangslista almennings samkvæmt öllum skoðanakönnunum, eru þegar farin af áhrif á hegðun okkar og neysluvenjur. Og ég leyfi mér að gleðjast yfir þessari samheldni og ég vil þakka atvinnulífinu fyrir að hafa brugðist vel við og tekið boltann, því hér inni eru margir og margar sem munu þurfa að draga þennan vagn með okkur til þess að tryggja árangur í þessu mikilvægasta verkefni samtímas. Ég sagði hér í upphafi minnar ræðu að það ríkti óvissa margt í alþjóðlegu samstarfi, en eigi að síður hafa þjóðir heims komið sér saman mörg mikilvæg markmið sem má kalla leiðarvísi. Að betri heimi fyrir alla þá sem vilja leiða sitt lið í þá átt. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun voru einræma samþykkt af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna árið 2015. Við getum kallað framkvæmdaáætlun heimsins í átt að aukinni sjálfbærni og betri heimi. Og með aðild sinni hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að vinna samkvæmt þessum markmiðum fram til ársins 2030 bæði á innlendum og erlendum vettvangi, en þeim verður ekki náð nema við leggjumst öll á eitt. Og þar gegna fyrirtæki mikilvægu hlutverki. Og það er sérlega ánægjulegt að sjá hvernig fyrirlesarar dagsins, Mr. Polman and Mrs. Keller, it's very good to see how you have actually included the Sustainable Development Goals in your work. And we highly appreciate it. I know you have inspired many and look forward to hearing your thoughts on that. En kæru gestir, nú er komið að því sem Ásta bað mig að tala ég er ekki búin að tala það sem hún bað mig að tala og nú ætla ég í lokin að gera það, en það er bara fyrir þig, af því að ég er nú alltaf svo væming gagnvart óléttum konum og hún bað mig að segja ykkur eina persónulega sögu. Og ég sagði hvaða persónulega sögu, og það er sagan af því hvernig þú varst stigavörður í Gettu betur og ert allt í núna forsætisráðherra. Og það er náttúrulega kyngimagn ferðalag. Og ég hef nú verið að lensa yfir þessari spurningu, sko. En ég get eiginlega svara þér. Þegar ég var stigavörður í Gettu betur, þá var ég nú ekki komin með farsíma, ekki snjallsíma, ekki neitt, það var bara svona heimasími og hann hringdi daginn og þar var Andrés Indriðason. Hver mann eftir honum, hann skrifaði margar unglingabækur og var mikill prímus mótor upp á sjónvarpi og hann sagði við þær: ertu til að vera stigavörður í Gettu betur? Og ég sagði hann bara já. Það sjálfsög ekki verið það og ég var bara, akkur var hann að hringja mig, en skrítið. Og þess vegna til dæmis, þegar einu sinni ég fekk tölvubréf og ég var beðin að fara til Búlgaríu og tala lýðræði og ég hélt ég væri að fara að hitta svona 1000 manns, svo kom ég til Búlgaríu, það var mjög leiðilegt ferðalag og
áttaði mig á því að ég ætti að tala við 23 manneskjur lýðræði, þá hugsaði ég þetta var nú ekki góð hugmynd, en ég sagði já. Einu sinni fór ég til Lincoln í Bretlandi, þá var ég beðin að halda aðal erindi á ráðstefnu breskra sérfræðinga samskipti manna og véla, eitthvað svona cyber human, eitthvað development, eitthvað. Ég sagði sjálfsögðu já, þetta gerir það. Svo þegar ég satt í lestinu og hugsaði bara, akkur ég að fara þarna, og svo þegar ég sá hópinn sem var álíka stór og þið og allir mjög gáðar, greinilega, aðla þeir, þá hugsaði þetta var mjög vond hugmynd, en ég hélt bara ræðu fyrir þá. Einu sinni þegar ég mætti líka á fundi í miðberginu í hinu íslenska töframannafélagi og þar voru 7 manns og ég og þeir sögðu nú átt þú að sýna töfrabragð til að vera marktæki félagið og ég byrjaði að sýna spilagaldur. Þá sagði ég já. Þannig að sagan mín er bara að segja alltaf já. Þegar áskoranirnar koma, sama hverjar eru, meira segja að það var hringt í mig og sagt, ertu til í að taka viðtal við Henning Mankell? Ég alveg já. Það verður að vera á sænsku og ég alveg já. Okay. En það er líka það sem ykkar verkefni snýst ekki satt. Það er að segja já og taka utan áskoranirnar og vera reiðbúin að gera það sameiginlega. Og ferðalagi getur leitt okkur á ýmsa óvænta staði, en það er alltaf mikilvægt að nálgast verkefni nákvæmlega svona, segja já. Þannig að þetta var sagan fyrir þig, Ásta. Kæra þakkir fyrir mig. Takk. Við þökkum forsætisráðherra kærlega fyrir hugvekjandi erindi